Nýju sálmalögin og útbreiðslu þeirra. Skömmu fyrir aldamótin 1800 kom Árni biskup Þórarinsson fram með þá tillögu að gefin væri út ný messusöngs- og sálmabók. Honum fannst sálmar Grallarans lítið uppbyggilegir. Árangurinn af tillögu biskups varð sá að Magnús Stephensen gaf út nýja sálmabók 1801 sem nefnd hefur verið aldamótabókin. Magnús tók á saman kirkjusöngsbók og hafði til fyrirmyndar Singskóralbók þá var nýlega útkomin. Árið 1840 kom Pétur Guðjónsson heim frá Danmörku og gerðist organleikari við Dómkirkjuna í Reykjavík. Þá kom á pípuorgel í kirkjuna. Einnig hafði þá Væsir, tónskáldi í Kaupmannahöfn, verið falið að taka saman kirkjusöngsbók fyrir Íslendinga. Árið 1855 gaf Ari Sæmundsen út bók nefndist Leiðavísir til að spila á langspil og til að læra sálmalög eftir nótum. 1861 kom út íslensk sálma- og messusöngsbók eftir Pétur Guðjónsson, einrödduð með 110 sálmalögum ásamt hinum fögru tónlögum sem við hann eru kennd síðan. 1878 voru gefin út þrírödduð sálmalög Pétur Guðjónsson hafði saman tekið. Að mestu voru það ný lög nokkur gömul í nýtísku búningi og var þar með hinn nýji söngur viðtekinn. Pétur Guðjónsson mælti nokkru ámæli fyrir að hafa sniðgengið gömlu lögin honum rann til rifja hve kirkjusöngurinn var afskræmdur orðinn og valdi því nýju lögin sem voru auðsúnari og þýð og sem auk þessa féllu vel við sálmana. Grallaralögin voru mörg fögur og vel gerð margbrotin voru þau og vandsungin sum þeirra. Margt alþýðu fólk tók fagnandi móti nýju lögunum og fekk mikinn áhuga á kirkjusöng og kirkjugöngum þeirra vegna.